Já, það rætt verðbólguna skiljanlega, hún geisar og það rætt afhverjum rætt það hér við rauðaborðið að ástæðan sé græðki fyrirtækjana, þau ekki verð langt fram tilefni, meira heldur en kostnað við aðföng og laun eru. Það hefur verið bent á að verðbólgan geti verið út af því að ríkissjóður eða eitt og miklu, spennt bógan og hátt í COVID, dælt út peningum og við sem að súpa segið af því. Alls konar kenningar. Ólafur Margeirsson, hagfræðingur í Sviss, hann skrifaði grein á Vísi og á sitt svæði inn á vefnum að kannski mætti sjá ástæðuna hjá auknum útlánum bankana. Það ekki rétt hjá mér, Ólafur Margeirsson? Ein af ástæðunum sú, sem sagt, að það mjög líklegt að bankarnir séu ennþá of áfjáðir í það að lána út peninga. Þetta kannski ekki eina ástæðan fyrir því af hverju verðbólgan há, en þetta örugglega ein af ástæðanum fyrir því. Þetta þá kenning að það sem að veldur verðbólgunni of mikið peningamagn, of miklir peningar út í kerfinu, eða ekki? Of mikið af peningamagni breytingin á peningamagni, það sem í rauninni að ýta upp eftirspurn á hliðinni sérstaklega, það þá aðalega eins og við sjáum í rauninni í greininni, það eru ný útlán bankana, þau eru í kringum 13% af landsframleiðslu og síðan á sama tíma halli á ríkissjóði upp á kannski 3,5% eða svo. Það eru þessi tveir þættir sem sameinast í því sérstaklega að ýta eftirspurnarhliðinni upp á við og af því að framboðshliðinni svo spennt, atvinnuleysið lágt, það oflítið af húsnæði til staðar og svo framvegis, þess vegna myndast verðbólgan. Það ekki beinlínis út af því að það verið að auka peningamagn í umferð í gegnum útlán og í gegnum hallarekstur á ríkissjóði, heldur það vegna þess að það peningamagn aukning út af þessum þáttum á sama tíma og það of lítið pláss fyrir þetta aukna peningamagn á framboðsliðinni. En skiptir máli hvert peningarnir fara? Við getum tekið einfalt dæmi fjármál ríkissjóðs. Ef ríkissjóður fjármagnar opinbera fjárfestingu, segjum bætt samgöngukerfi, betri brýr sem dæmi, betri vegi og svo framvegis, þá verið að auka framleiðslugetuna í hagkerfinu á sama tíma. Þannig að það getur verið verðbólguþrýstingur akkúrat á þeim tíma þegar það verið að framkvæma slíkar framkvæmdir, en síðan lækkar verðbólguþrýstingurinn til langs tíma þegar það búið að framkvæma þessar framkvæmdir. Á sama tíma ef við getum tekið dæmi frá bankakerfinu, ef bankar eru að lána mikið til að kaupa eignir sem þegar búið að byggja, við getum tekið fasteignir, það einfalt dæmi sem allir tengjast við. Ef mikið af útlánum verið að veita mikið af útlánum frá bankunum til að kaupa eignir sem þegar búið að byggja, þá meira peningamagn í umferð að eltast við sömu eigninar, þá hækkar verðið. Aftur á móti, ef peningamagnið fer í það að byggja nýjar eignir, þá ertu að auka framleiðslugetuna aftur í hagkerfinu, minnka verðbólguþrýsting til langs tíma, jafnvel þótt að á þeim tíma sem þú eða tímabili sem þú að byggja nýjar eignir, þá ertu kannski að auka verðbólguþrýstingin, en það borgar sig til langs tíma vegna þess að þú að lækka verðbólguþrýstingin þá til langs tíma. Hvernig stendur á því að bankarnir beina peningunum þangað sem að gagnast illa samfélaginu, þangað það sem það ýtir undir eignabólu og verðbólgu? Af hverju virka þessar stofnanir ekki betur þannig að beini peningunum þangað sem að þjóðhagslega hagkvæmast og best fyrir alla? Nákvæmlega sama hátt eins og ef við sem einstaklingar erum að gera það. Við sem einstaklingar viljum ekki taka of mikla áhættu í okkar fjárhagslegu ákvörðunum og bankarnir að gera nákvæmlega það sama. Það meiri áhætta í því fólgin að lána 100 milljarða inn í það að byggja nýtt húsnæði eða nýja fasteignir, frekar heldur en að lána til þess að kaupa eign sem þegar búið að búa til. Þannig að þessa byggingarfasin, það áhættumikli hlutin í slíkri uppbyggingu. Þannig að það eðlilegt
að þeir séu áfjáður í það að lána til þess sem dæmi að kaupa eignir sem þau eru búið að búa til vegna þess að það er minni áhætta í því. En hvað það, ef við látum kerfi vera þá bara út af mannlegu eðli að þá skapast þessi hætta. Ertu að leggja til að við tökum upp reglur sem að voru til dæmis í Japan á síðustu öld, þar sem að bönkunum var einfaldlega skammtað hvað þeir áttu að lána, hversu mikið og til hvaða hluta. Þetta var eitt af hornsteinunum í japanska efnasundrinu að fjármagninu var beint með þessum hætti og þeir losnuðu kannski við ágallana sem þú ert að lýsa og byggðu upp Japans samfélag. Er þetta að leggja til svo róttækar hugmyndir? Það kannski óþarfi að fara alveg í mikla róttækar aðgerðir eins og Japan fór í bókstaflega vegna þess að þau þurftu að gera það eftir stríðið. Þannig að það kannski það er stygsmunur á hversu mikið þarf að fara í þá átt að stýra lána flæðinu. Þannig að það er kannski öðruvísi aðstæður. En í grunninn, já, það þarf að fara í ákveðna átt að því að stýra útlána myndun bankana meira í átt að því að stækka framleiðslugetuna í hagkerfinu frekar heldur en að kaupa núverandi eignir sem til staðar. Á sama tíma þá ríkissjóður líka að taka til. Hann þarf að sjá til þess að það opinber fjárfesting sem að fara í það að auka framleiðslugetuna í hagkerfinu. Og nota bene, við erum nú þegar, það að Seðlabankinn, hann nú þegar að stýra peningamagni, útlánamagninu á ákveðinn hátt vegna þess að það eru takmörk á því þegar kemur að lánum til einstaklinga hversu mikið veðhæfið má vera og hversu lág greiðslubyrði má vera miðað við tekjur lántakans. Það eru svipaðar reglur sem þyrfti að taka upp þegar kemur að fyrirtækjalán. Já, og þá var það líklega mismunandi reglur að það mætti lána til fyrirtækja til segjum íbúða uppbygginga, að það væri lítil takmörk þar en hins vegar mikil takmörk í lánum til þeirra sem að kaupa gamlar eignir eins og fasteignir eða hlutabréf og sama með eins og einstaklingar eru að kaupa gamlar eignir, að þá séu takmarkanir á því en minni takmarkanir á lánveitingum til fjárfestinga. Þetta leggja það til. Þetta ekki bara þegar kemur að uppbyggingu á fasteignum. Þetta líka þegar kemur að ákveðnum uppbyggingu, eða almennri fjárfestingu hjá fyrirtækjum þegar þau eru að fjármagna ný fjárfestingu. Það er að segja að auka framleiðslugetuna sína með því að byggja eitthvað nýtt. Við erum að tala kannski nýja verksmiðju. Við erum að tala breytta starfsferla inn í verksmiðjunni, nýjar vélar, ný tæki, endurmenntun fyrir starfsfólkið og svo framvegis og framvegis. Það þessi framleiðslu getu aukning sem við þurfum að beina útlánum bankana til frekar heldur en í átt að því að einfaldlega þrýsta eftirspurninni meira upp á sama tíma og framleiðsluhliðin í hagkerfinu óbreytt. Þannig að það sem gerist einfaldlega meiri verðbólguþrýstingur og meiri verðbólga. En hver gerir þetta? Því að þú nefnir þetta til dæmis fyrirtækin og við þekkjum það frá síðustu öld að þá voru til dæmis skattafríðindi og fyrirtæki sem lögðu í sjóð til þess að byggja hús eða fara út í fjárfestingar. En þú ert líklega að leggja til eitthvað sem að Seðlabankinn leggur á bankana, þannig að bankarnir hafi tiltekið svigrúm til svona framkvæmda, minna svigrúm til annars konar lánveitinga. Hvernig virkar þetta? Og ef við eitthvað dæmi í Íslandssögunni sem við getum vísa til að þetta hafi verið gert? Fyrir fyrirtækjalán þekki ég ekki til neinna dæma hingað til, en við þekkjum til dæma nú þegar kemur að lánum til einstaklinga eins og ég minntist á áðan. Það eru takmörk á því hversu mikið bankarnir mega lána til fasteigna kaupa og sama hátt ætti að takmarka lán bankana á ákveðin hátt miðað við hver nýtingi eða notkunin á láninu. Miðað við þá á sama tíma einhvers konar takmörk þegar kemur að því hver tekjurnar hjá fyrirtækinu hverjar eignirnar eru á sama tíma, hvert veðið að baki lánunum og svo framvegis og framvegis. Þannig að það margt sem hægt að gera á sama tíma. Einfaldlega til þess að hvetja bankana, ef þið finnið ekki lántaka
sem til í að nota peningana sem þið eruð að lána út til þess að fjárfesta, þá sleppið því að lána peningana út. Og það er náttúrulega augljóslega það sem gerist að bankarnir verða miklu áfjáðari í það að finna virkilega lántaka sem til í að nota peningana til þess að fjárfesta. Og þegar ég tala fjárfesta, þá ég að tala að byggja eitthvað nýtt, verksmiðju, hús eða eitthvað slíkt sem að auka framleiðslugetuna hjá viðkomandi fyrirtæki eða í hagkerfinu almennt. Á sama tíma þá eru bankarnir einfaldlega, þeir fá ekki hvata til þess lengur, þeir hafa ekki getuna lengur til þess að lána í hluti sem eru verðbólgu hvetjandi miðað við að lána til nýfjárfestinga. En svona röki fyrir þessu, nú getur kannski eitthvað sagt að akkurat þú að setja mér eitthvað mörk fyrir hvernig ég fer með mína peninga ef ég Íslandsbanki eða guðmund og hvað. Eru rökið þau að útlána geta bankana sé að sömuleyti búin til út frá regluverki stjórnvalda, séu sem sagt hálfuleyti almannagæði sem að þeim falið að halda utanum. Er eitthvað slík rök sem að á bakvið það að stjórnvöld geta raunverulega skammtað lánagetuna til bankana? Ef við horfum á útlána takmarkanir til einstaklinga, þá það innan ramma þjóðhagsvarúðartækja og það beinlínis ætlunin með þjóðhagsvarúðartækjum að vera tæki sem stuðlar að því að við lendum ekki í einhvers konar þjóðhagslegri áhættu. Í þessu tilviki þjóðhagslega áhættan of mikil verðbólga og eða einhvers konar fjármálaleg áföll í framtíðinni þegar það endar á því að lokum að það þarf að draga úr útlánaflæðinu og þá hætta á einhvers konar mín í fjármálalegu áfalli sem getur haft þjóðhagsleg áhrif á hagkerfið allt. Þannig að það eru beinlínis sömu rök fyrir því að takmarka eða stýra eða hvetja til betri útlánaveitinga til fyrirtækja, eins og til einstaklinga, eins og við höfum dæmi í gegnum útlán til fasteignakaupa. Já, það smá munur á þessu vegna þess að þú eiginlega að leggja til takmörkun og útlánum til fyrirtækja til þess að draga úr verðbólgu. Ég býst við að Seðlabankinn sé að fylgjast með svona fjármálalegri áhættu að skuldir fyrirtækjarna sé ekki orðin of mikil og að það getur verið áhætta á einhver svona efnahagslegu hruni eða einhverju slíku. Ég býst við að sé að fylgjast með því. Gallinn kannski sá að bankarnir geta haldið upp eignaverðinu sem að gefur betri mynd af stöðu fyrirtækina með því að lána þeim og halda upp í eignaverðinu. En munurinn samt held ég að þú eiginlega að fara fram á að Seðlabanki sé svolítið svona nær í þessum ákvörðunum og þessum aðgerðum heldur en að hann telur sig þurfa að gera í dag. Ég bara einfaldlega að benda á það að Seðlabankinn ætti að nota sömu tæki og tól, þjóðhagsvarúðartæki þegar kemur að útlánum fyrirtækja, eins og hann notar þegar kemur að útlánum til einstaklinga. Rökin eru nákvæmlega þau sömu. Það eini munurinn sá að lántakinn fyrirtæki í staðinn fyrir einstakling. Já, en rökin sem að Seðlabankinn segir varðandi takmarkanir lánum til einstaklinga, það að fyrirbyggja einhvers konar hrun sem að verður áfall fyrir fjölskyldunar. En bankinn telur þessa hættu ekki verið til staða gagnvart fyrirtækjunum. En þú að segja þessi ekki bara fjármálastöðuleikin, heldur líka kannski verðbólga og annars slíkt sem eigi að taka inn í þetta. Það verðstöðuleiki. Og það líka nákvæmlega afleiðing af því að nota þjóðhagsvarúðartæki þegar kemur að útlánum til einstaklinga, þegar kemur að fasteignakaupum. Ef þú leyfir 100% lán á Íslandi, þá mun fasteignaverð hækka og það mun leiða til verðbólgu. Þjóðhagsvarúðartækin, þegar kemur að takmörkunum á lánum, fasteignalánum til einstaklinga, þau hafa haft 2 áhrif. Þetta ekki bara þjóðhagsvarúðin, þetta ekki bara fjármálalegi stöðuleikin, þetta líka verðstöðuleikin. Og með því að nota þessi þjóðhagsvarúðartæki þegar kemur að útlánum til einstaklinga, þá hefur verðstöðuleiki og fjármálalegur stöðuleiki
batnað. Sömu rök eru til staðar þegar kemur að því að beina betur útlánaflæðinu frá bönkum til fyrirtækja. En ef það væri farið að þínum ráðum og við myndum horfa á peningaflæði frá bönkunum, hvar myndi það skreppa saman? Hver fengi ekki lán fyrir hverju? Mjög líklega eru þeir sem væru að til dæmis taka lán til þess að kaupa núverandi eignir, þeir myndu sjá minna af flæði til sín, þeir þyrftu sem dæmi örugglega að koma með hærra eigið fé, sem að sjálfsögðu væri bara ljómandi fínt, það væri þá einfaldlega betri og öruggari fjármögnun, það væri betri fjármögnun, öruggari fjármögnun á öllu því sem viðkomandi væri að gera. Hún væri að sjálfsögðu ekki jafn mikil sem nákvæmlega punkturinn. Það er til þess að draga úr verðbólguþrýstingnum. Á sama tíma myndu fyrirtæki sem eru að leita að lánsfé til þess að fjárfesta, og það er fullt af slíkum fyrirtækjum nú úti, sem í dag kannski eru einmitt ekki að fá lán vegna þess að þau tapa í samkeppninni við lántakana sem eru með miklu betri veð til staðar í formi þess að vera með eignir sem nú þegar eru til og bankarnir velja frekar að lána til slíkra fyrirtækja. En vandamálið út frá þjóðhagslegum ábáta sem myndast við slíkt er að verðbólguþrýstingurinn verður of mikil. Það er allt eins líklegt og það er einfaldlega eitthvað sem þyrfti einfaldlega að koma í ljós. Að bankarnir myndu lána mikið, jafnvel í einhverjum ekstrím tilvikum. Ég tel það ólíklegt en það er hugsanlegt, fræðilega er það hugsanlegt. Að bankarnir myndu lána mikið eins og þeir gera í dag, nema til fyrirtækja sem eru virkilega að nota peningana, lánin, til þess að fjárfesta í því að byggja til þess að auka framleiðslugetuna hjá sér, sem síðan þá minnkar verðbólguþrýstingin til langstíma. Það hafa verið fréttir að byggingafyrirtækjum gangi erfiðlega að fá lán til þess að byggja húsnæði. Ég veit ekki, það er svo marga fréttir, ég veit ekki hvað er eftir því, en tillagan er kannski að draga úr lántöku til þeirra sem að hafa draumum að auðgast á hækkun hlutabréfa í Alvotech og færa það freka til þeirra sem að vilja byggja íbúðarhúsnæði til þess að slá á húsnæðiskreppuna og halda þar með verðlagi niðri til lengri tíma. Sem dæmi, ég hef ekki skoðað nákvæmlega hversu mikið af lánum eru að fara inn á hlutabréfamarkað og notabene lítið af þeim lánum myndi endilega leiða til verðbólgu í sjálfu sér. En þess að þau einfaldlega eru bara að blása upp hlutabréfaverð í þeim mjög sérstöku tilvikum. Ég sé miklu frekar fyrir mér að það vætti að lána þá, ef Alvotech hefur áhuga á því, að lána þá Alvotech til þess að fjárfesta í hverju því sem Alvotech vill fjárfesta. Herðu, Ólafur Margeirsson. Ráða fleira starfsfólk, auka framleiðslugetuna og svo framvegis. Herðu, Ólafur Margeirsson, kæra þakki fyrir að koma að Rauða borðinu og útskýra þetta fyrir okkur. Takk. Herðu, og við snúum okkur að næsta máli eftir augnablik. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling, stéttarfélag. Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauða borðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og helgispjall. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning.